Hér erum við aftur stödd í gamla garði í Reykjanesinum, en þessi steinrammi og Kanókastrætið út að Háskólanum var sú umgerð sem allar stéttir lærðra manna á Íslandi undu við á sínum námsárum hér. En þegar lindin tók að laufgast, þá munaði menn norður í skóga Sjálands, norður eftir og út Austurport þar sem vegarsteinninn bendir til allra átta. Og þá leið ætlum við að ganga núna. Og hér við Austurport, sem var áður hlið borgarinnar, norðurströnd og norður í skóga, stendur nú vegasteinninn með áletruðum vegalengdum á hvern stað. Þar kveðjum við gömlu Kaupmannahöfn og höldum norður strandveginn á vit nýrra slóða landa okkar fyrrum tíð. Hér niðri við strandveginn stóð það hús sem að Íslendingar kölluðu Músagildruna. Hvort það var nú út af feitabitanum sem engt fyrir slíkar skepnur. En hér bjó engin annar en Paul Marie Etienne Djunkovski, sá maður sem hvað skrítilegast hefur komið við íslenska sögu útlendra manna. En Paul Djunkovski var hvorki meiri minna en biskup yfir öllu norðurheimskautssvæðinu, Prefecturus Apostolicus Artici Polaris. Og nú ætlum við að ganga að því húsi þar sem við tölum hann hafa búið. Biskupsdæmi Djunga, Prefectura Apostolica Poli Artici, var í raunar miklu víðlendar en allt Rómaveldi. Því það náði yfir norður Skandinavíu, Lappland og norður Svíþjóð, Orkneyjar, Hjaltland, Ísland, Grænland og norður Ameríku og það sem merkilegast var líka yfir Katanesskýri í Skotlandi. Hann eignaðist hér lærisveina, mjög digga, Benedikt Gröndal, sem síðar skrifaði nú Heljarslóðarorustu, Ólaf Gunnlaugsson og þá makalausu trúuðu konu barónessu Löfvenskjöld, sem var svo mikill áhangandi hans að þegar hann mátti ekki vera að sinninni, þá lét hann hana byggjast fyrir framan landkoppinn sinn og tómar brennivínsflöskur, segir Gröndal. En hingað komu fleiri en þeir sanntrúuðu. Hingað kom Hjaltalín læknir, Gísli Brynjólfsson og sjálfur Jón Sigurðsson forseti. Gröndal segir frá því að á kvöldin hafi Paul Marie Etienne Djunkovski gengið hér niður að sjónum með stóra svarta biblíu til bænahalds, en biblían hafi verið þannig innréttuð að hann staupaði sig úr henni af góðu konjaki og það ótæpilega, segir Gröndal. Svo fagurt Eyrarsund á sumardegi að jafnvel Sjálandshatarinn Bjarni Thor Arensen slóð þeim tónum á hörpu sína þegar líteg fögur fley flýta rás með ströndum og í hægum hlaupa þey að hafnar þreiðum böndum. Nú höfum við slegið dálítinn krók á hala okkar og haldið upp á strandveginum upp að höllinni Charlottenlund sem liggur við Jägersborg Allé. Þessi höll ber nafn af Charlotte Amalíu, systur Kristjáns VII, en fyrir hana var þessi höll byggð með ártalinu 1733 yfir dyrum, en síðar var hún endurbyggð í þessari mynd af Ferdinand Meldahl 1880, sama arkitekti og byggði Alþingishúsið í Reykjavík
og á sömu árum. Munurinn leynir sér ekki, þetta er rókókóbygging, listihús, þar sem Alþingishúsið er ákaflega alvarleg bygging. En hér er nú danska hafrannsóknastofnunin og hér réði Árni Friðriksson fiskifræðingur þessum húsum í meira en aldarfjórðung. Héðan liggur svo leiðin áfram Jägersborg Allé. Hér í þessu húsi, Johanni Væ 3 í Charlottenlund, í þessum gömlu stofum, bjuggu þau Jóhann Sigurjónsson skáld og Ingeborg kona hans og hér skrifaði Jóhann öll leikrit sín yngri en Fjalla-Eyvind. En það voru fleiri sem fjölluðu listir sem að eiga sína sögu í þessu húsi. Því að þegar þau, Ingeborg og Jóhann, fóru suður til Monte Carlo að sprengja upp spilabankann, þá settust þau hér að Gunnar Gunnarsson skáld og Franziska og hér skrifaði Gunnar síðasta bindið af sögu borgarættarinnar Danska frúin á Hofi. Og hér kom Jóhannes Kjarval 1912 og ætlaði að gista eina nótt en var hálft annað ár og málaði sínar frægu skógarmyndir hér í þessum fallegu beikiskógum hér kring og hér gengu dönsk stórmenni garða svo sem Georg Brandes og Kornerup sem voru hér tíðir gestir. Í endurminningarbók sinni þetta hús skrifar Ib meðal annars: Næstum því á hverjum degi komu gestir, á kvöldin tók undir í húsin af íslenskum söngvum og fjörugum rökræðum. Oft gleymdu gestirnir síðustu lestin í bæinn og morgunin eftir líktu stofurnar uppi og hér niðri mest vígvelli, alstráðum föllnum hetjum sem lagt höfðu yfir sig ólíklegustu ábreiður, dyratjöld, yfirhafnir, marglit, arabísk teppi og annað slíkt. En garðurinn hér fyrir handan og aftan var ekki sístur hluti þessa stóra hús. Því að oft syrti nú í álinn fyrir þeim Jóhanni og þá var oft ekki öðru að hverfa en þeim veraldlegu gæðum sem garðurinn gaf af sér. Af Johanni Væ höldum við spölkorn aftur upp Jägersborg Allé upp að Bernstorffssloti. En eftir þessum þröngu og fornu trjágöngum keifaði Eiríkur á brúnum sumarið 1876 með gísladósent Brynjólfsson sem fylgdarmann sinn til þess að hitta þann rauða sem hann gaf konunginum á Þingvöllum 2 árum áður. En á bakinu bar Eiríkur bóndi kofortið góða sem hann ætlaði að færa konginum að gjöf með 15 töppum, galdralæsingum, ekki veit ég nú til hvers það var, hvort þetta geyma ríkissýslur Danmerkur eða ekki. Og alveg óhikað gekk bóndinn inn í þessa sumarhöll þar sem næri allar konungsfjölskyldur Evrópu voru saman komnar. Þegar þeir Eiríkur nálguðust höllina, þá voru þar varðmenn úti fyrir með byssur, sem Eiríkur hefur sjálfsagt heilsað með handabandi, en síðan hafði bóndinn einhver vöflur á því að ganga inn aðaldyrnar á Bernstorffssloti. Þar var saman komið af stórmenni Kristján konungur sjálfur, drottning hans, krónprinsinn og Valdimar,
en auk þeirra Grikkjakonungur, Grikkjadrottning og Þyri krónprinsessa af Svíþjóð. Og síðan voru þeir Gísli settir niður við snæðing áður en sjálf móttaka þeirra hófst. Eftir að Eiríkur hafði þegið góðgerðir í höllinni og þeir báðir, þá var hesturinn góði leiddur fram og þótti þá konungi, segir Eiríkur, og öllu merkilegt að sjá að sá rauði þekkti mig þarna aftur eftir 2 ár. Að endingu gaf konungur mér 100 krónur og mynd af sér og sömuleiðis drottning hans, Grikkjakonungur og drottning hans gáfu mér og svo sín skilyrði og svo Valdimar. Og svo kemur það sem að lýsir Eiríki bónda þegar hann segir: gaf ég svo öllu myndir af mér aftur sem það tók við með ljúflyndi og bað mig að skrifa nafn mitt á þær sem ég gjörði og líka færði ég þá konunginum koffortið góða. Hér í þessum fallega hallargarði við Bernstorffs slott sat þýskaskáldið Klopstock og orti sín kvæði sem Jón þjóðskáld á Bægi sá sneri síðan á íslensku í kröm sinni og þröngri baðstofunni norður í Hörgárdal. Frá Bernstorffs slotti eða gatnamótunum rétt hjá Fennveginn liggur beinn vegur út í Ordrup. Til sóknarkirkjunnar í Ordrup var vígður fyrsti íslenski presturinn Þorlákur Þorkelsson sem að hlaut brauð erlendis. En þetta hús sem við erum staddir í núna kemur við allt aðra og raunar merkilegri sögu. Þessi bygging hér heilags Andrésarklaustrið í Ordrup. Var fyrrum jesúítaklaustur. En við klaustrið var tengdur skóli sem allmargir Íslendingar hafa sótt. Jóhannes Gunnarsson, síðar biskup, bræður hans Hjalti og Friðrik og skeið Guðbrandur Jónsson, prófessor. En það sem gerir Andrésarklaustrið þó hvað merkast í sögu okkar það að hér var Pater Jón Sveinsson, nonni, í 30 ára tíma, kenndi hér meðal annars teikningu og leikfimi, svo undarlegt sem það nú hljómar, en hér innar af ganginum þar sem ég stend, þar skrifaði hann margar sínar þekktustu bækur. Því kannski rangt að tengja nonna Jón Sveinsson við þennan stað, því í rauninni á hann sitt heima í hjörtum allra þeirra út víða veröld sem að lesið hafa bækur hans. Hér í Klampenborg, þar sem við erum nú stödd, reisti Jón læknir Hjaltalín árið 1845, eina fyrstu sól-, sjó- og sólbaðslækningarstöð í Evrópu, Klampenborgs vankúr og supaði anstalt. Hann lagði undir sig geysilegt landsvæði hér og megin byggingin því miður horfin, en smábyggingar sem voru fyrir fjölskyldur og aðrar slíkar standa hér ennþá nokkrar, svo sem Rauða húsið sem við erum nú við.
Meginbyggingin sem hér niður á flötinni, eða var niður á flötinni fyrir neðan okkur, var konserthús, hljómleikahús og danshús, því hann vildi láta sjúklingum sínum líða vel, ekki aðeins til líkama, heldur líka til sálarinnar. Jón Hjaltalín læknir var ákaflega vandlátur þessar byggingar sínar, bæði þær stóru og smáu. Og það var engin annar en Bindisböll, höfundur Thorvaldsensafns, sem byggði þær allar, meðal annars gula húsið fyrir neðan okkur, sem ennþá stendur í upprunalegri mynd. Eftir að ferjan Ófelía, hinn freyðandi Ófelía, fór að ganga hingað út, þá var það ákaflega gestkvæmt hér bæði til lækninga og skemmtunar, en því miður þá kom fólk hér oft eftir að lækningavon var úti og þannig var Fjölnismanninn Brynjólf Pétursson sem eyddi hér nokkrum sínum síðustu og erfiðustu árum hjá Jóni Hjaltalín. Þetta hús, gula húsið, var umsjónarmannshúsið með allri lækningastöðinni fyrir neðan. Frá eftirleifunum af sjó- og sólbadshæli Jóns Hjaltalíns þá höldum við nú inn hlíðin í Dýraskóg, sömu leiðin og íslenskir stúdentar fóru í sínar skógarferðir, og þá verður fyrir okkur það gamla og góða Péturs lífshús sem nú eiginlega síðasta ölkeldan á þessari leið, og hér skiptast vegir niður á Dyrihafsbakken, skemmtistaðinn mikla, upp Kongaveginn að Einbúa og síðan út að Kristínar Píls keldu þangað sem við höldum núna. Jafnvel á góðu sumri hér getur gert harðar síðdegisskúrir. Áður fyrr þá trúðu menn mjög á það að heilagar lindir væru mikil heilsubót, og á 15. öld var hér ung stúlka, Kristín Píl, sem að fann hér litla lind sem að síðan festist sú trú við að væri allra meina bót. Þeir Eiríkur á Brúnum og Gísli gengu hingað út til þess að nugga sér augun í lindinni, og Jón Hjaltalín var iðulega hér með gesti sína og sjúklinga að Kristínar Píls lind. Frá Kristínar Píls keldu höfum við nú farið Úlfadali og hingað á Prestasléttuna. Og á miðri sléttunni stendur það tré, vörtueikinn, sem talið eitt elsta eikartré í Danmörku og talið að hafi verið svona í æskublómum það leyti sem Snorri Sturluson skrifaði Heimskringlu. Hér inni mætti vel ímynda sér að saga H.C. Andersens eldfærin góðu og nornina niðri hefði átt sér stað. Hér efst í Dýraskóginum, þar sem sér vítti yfir Eyrasund, stendur veiðihöll konungsins, Eremítasjen eða Einbúinn. Hér á sléttunum fyrir neðan breiða hjarðirnar úr sér, dádýr og krónhirtir. Annað hvort eru þessi dýr svona húsbóndahöll
að halda sig við veiðihöllina eða skyttur konungsins eru ekki eins markhittnar og maður geti haldið. En héðan höldum við svo síðasta spölinn rétt ofan brekkuna niður að Hjartakershúsum. Þessari ferð okkar norður Dýraskóg ljúkum við á sama stað og ungir og hressir landar okkar hinn 27. júní 1835 við Hjartakershúsin við norður enda Dýraskógar. Hér bjó skógarvörðurinn og hér var greiðasala. Og þar var hér sem þeir ungu stúdentar gengu inn þennan júnídag 1835. Í gestastofu skógarvarðarins setjast þeir að snæðingi og vínföngum. Einn þeirra lágvaxinn maður og fríður hefur dregið nýprentuð blöð innan úr jakkanum. Nú eru þeir að læra það sem á þeim stendur og innan stundar hefja þeir upp sönginn. Þeir standa meðan þeir syngja, allir nema einn, sá sem situr við borðsendan og kvæðið er ort til. Smám saman greiðist söngurinn, skógarvarðar konan sem gengur beina, kannast við lagið, þótt hún skilji ekki orðin, þar úr vinsælum söngleik neginu og heitir Finis Polonie. Hvað er svo glatt sem góðra vina fundur, gleðin skín á vonar hýrri brá. Já, hér sátu þeir og undir þessum bjálkum var kvæði Jónasar sungið í fyrsta sinn. Þegar við snúum aftur í gegnum Dýraskóg heim á við, hljómar lagið í eyrunum, slík veganesti étast aldrei upp. Látum því vinir vínið andan hressa og vonar stundu köllum þennan dag og gesti vora biðjum Guð að blessa og best að snúa öllum þeirra hag.